Hörru, rétt áður en við byrjum þennan stórmagnaða þátt. Þá verð ég að kynna nýja samstarfsaðila hérna sem félag lykilmanna. Sign me the fuck up. Þetta var nákvæmlega sem ég hugsaði eftir ég las félagi, sko. 0,05% af launum í stéttarfélag. Já, og þú sér sjálfur að semja áfram. Já. Þetta fullkomið fyrir einyrkja, millistjórnendur. Fullkomið. Við erum utan stéttarfélags, þú ert utan stéttarfélags, ég skráður í félag lykilmanna. Já. Ekki greiða 0,7% af launum. Þú veist, þá er að fá fríðindi eins og glerugnarstyrki og sumarbústaði þetta alltaf fullt í þessa sumarbústaði. Já. Nennum því ekki. Þetta er engin yfirbygginga það. Þetta er bara... Þetta er meðalaunum 4.000 kall á ári. Já. Í stéttarfélag. Þetta er bara meikar engan sens. Ég er klár. Ég líka sko, ég hef verið að veltaði fyrir mig. Ég þarf vel að fá mér eitthvað svona sjúkrasjóð. Já. Sem einyrki. Já. Það er ekkit annað sem kemur til greina heldur en þetta. Þetta dekkar líka allt í kringum þú talar sjúkrasjóð og annað. Við förum nánar inn á það í næsta þætti. Þá ætla ég að kynna þetta betur fyrir þér. Hér er 360 gráðu afkomuöryggi. Við getum orðað þannig. Já, það held ég, kæru hlustendur. 4. ársendingaþáttur í þessari 12 þáttaseríu okkar. Já. Hann er að hefja göngu sína, hér og nú. Já. Gætur þú góður? Gætur þú góður þessi. Hvernig liggur á þér annars? Bara vel. Það ekki? Það er ég er að fá eitthvað í hálsinn. Nei, anskotin. Það þarf að vera meira í hunanginu. Það verður að hafa það. Meira honey. Meira honey, sagði yttin. Hvernig líst þér á stjórnmálið núna? Hvernig líst þér á listana sem fólk er komið með? Já, Þú hlærð bara, ertu að tala um samfylkinguna? Þú bara hlærð. Við erum náttúrulega, við erum að taka þennan þátt aðeins fyrr. Já, það er rétt. Það er nú ekki komið byrjum að segja, þessi þáttur er nú að koma svona bara í byrjun nóvember, já. Þetta var svona tímavélabrandari. Já. Þú veist, svona spurjaði. Það er 1. nóvember í dag. Já, það er dagurinn í dag. Já. Og þeir sem eru að hlusta eru staðir þar. Já. Við erum staðir á öðru tímabelti. Já, við erum á öðru tímabelti núna. Já. En það er enga síður góð þáttur. Stór þáttur í dag. Free shit for everyone. Já, þetta búið að vera mikið í deglunni undanfarið. Búið að vera mikið hitamál í kringum sko þetta sérstaklega fyrirtæki líka. Heimildin hefur nú verið að slengi út einhverjum greinum. Allt sem er gott, það þarf að kasta rýrð á það. Það er alveg ótrúlegt. Það er bannað að ganga, heimildin sé til þess að engum gangi vel. Já, ef þér gengur vel, þá þarf að finna eitthvað. Þau vilja sjá, einmitt. Þannig að en þetta er sér skólamatur. Heyrðu, má ég segja eitt? Ég ætlaði svona pótis inn, en mér finnst til að best að koma þess að, veistu hver, ég fann grein eftir Gerði Jónsdóttir, framsóknarkonu frá Akureyri. Grein skrifuð 2006. Ég fann þá voru sko rök gegn skólamáltíðum í hádeginu. Þá er þetta bara svona in its infancy að það er að fara að niðurgreiða máltíðir, sérstaklega í grunnskólum fyrir börn og þá voru ein rökin þau, viltu giska? Árið hvað er þetta? 2006. Bara af hverju stígur framsóknarkona fram, hún var reyndar ekki á móti sér en hún taldi upp rökin og þetta er skemmtileg rök. Það er sérst gegn því af hverju ætti að niðurgreiða mat til... Já, þú veist, af hverju börn ætti að fá fría mat frá grunnskólanum í hádeginu? Ég skal ekki segja, bara svo þau séu fulla orku eða eitthvað. Það var sko, þetta gæti rýrt samverustund að kveldi. Þannig að sko þetta er helviti framsóknarlegt. Já, ég veit það ekki sko ég held reyndar henni til varnar sko hún sett ekki fram þessi rök, hún var heldur fylgjandi því að Akureyri fara að taka virkari þátt í að skaffa mat. Rýrt samverustund að kveldi. Já, þetta er svona sko eins og sért að svelta börnin yfir daginn til að nenna að sitja með þér og éta. Og þú á þennan pakkan allir inni að maður óskar sér þess eiginlega heitast á hverju kvöldi að börnin bara sitja á rassinum og éti og haldi kjafti svo maður geti étið í friði. Þú ert bara á síðustu mánuði þess að geta étið í friði næstu 20 ár sko. Mér er sagt að hreyja meðan fréttatímin er. Þetta er nú ekki spunnið upp úr engu sko. Já, en það er náttúrulega erfitt, þau hafa frá miklu að segja. Það er erfitt að segja barninu sínu haldu kjafti og éttur svo ég geti étið í friði. Það ekki sko. Nei.
Já, þetta er doldið skemmtilegt. Þetta er svona gamli skólinn, sko. Já, við erum á móti þessu því þetta rýrir samverustund að kveldi. Þannig að við viljum svelta börnin bara yfir allan daginn. Þannig að þau éti með okkur. Yngvi, nú fara náttúrulega detta inn þessi dagar. Við erum með Black Friday, Cyber Monday, Singles Day og allt þetta. Já. Og ég get nú rétt svo ímynda mér hversu stórfelld búbót það er fyrir netverslanir að vera búin að outsourca lagarnum bara til Gorilla vöruhús. Guð hjálpi mér. Já. Þú þarft ekki að hreyfa þig yfir þessa daga. Það er bara Gorilla takes care of it. Yes. Og við erum búin að huga vel að öllum afsláttakóðum. Allir markasetningu, þannig að þetta sé svona allt í að detta í gangar réttum tíma. Já. Svo bara hallið ykkur aftur og gerir ekki neitt, því að Gorilla sér rest. Já, og við erum að tala að ef þau eru ekki búin að fylla plássi nú þegar, að þá er besti tíminn til að tryggja sig inn bara akkurat núna, sko. Líka, þú veist, fyrir þessa daga og fyrir jólin. Já, það má líka ekki gleyma, það er sölusíson eftir jól. Þannig að það dettur inn svona allavega eins og, þú veist, þá er ég að tala fram að 13. Það er mikið með bækur og spil og svona. Skila og átt inneign einhvers staðar og ert að kaupa. Og það er alveg sama með netverslanir. Það dettur oft inn þrjusugott tímabil þarna eftir jólin, sko. Emitt. Þannig að Gorilla. Fáðið tilboð í gegnum gorillavöruhús.is. Já. Herðu, góð leiga. Það er alltaf blúsandi siglingu núna þessa dagana. Það er náttúrulega funheitt að skipta yfir í langtímalegu núna. It has done the math. Já. Það er bara þannig. Fjármálastjórar eru að vakna, einyrkjar eru að vakna. Já. Og þeir sem eru í fyrirtækjarekstri. Farið í langtímalegu, rekstralegu. Þeir sem eru í fyrirtækjarekstri, þetta er ykkar sjens, þetta er ykkar stund. Heyrið í góð leigu og uppfæri flotan. Og þeir fá náttúrulega 10.000 króna afslátt af fyrsta mánuði á hverjum einasta bíl sem þið skráið. Þetta er líka alveg vonlaus fjárbinding að vera að kaupa bíl inn í fyrirtæki. Þú vilt vera á rekstralegu og hlæja alla leiði banka. Þannig að þið þekki hagræðinguna. Ef þið viljið tæma kostnaðinn, þá bara farið í leigu. Launa borga hlunnindi samt. Það er 1, 2 og 3 í þessu. Það er bara part of programmet. Góð leiga, tjekkja á þeim. Yes, fyrirtæki skólamatur. Og ég ætla að eftirláta þér það fara yfir eignarhald og annað. Ég neymdroppa kannski svona helstu leikandur í þessu. Já. Sem að þú mátt samt taka líka. Já, ég er með eignarhaldið hérna. Já, en fyrirtæki skólamatur EHF var stofnað í janúar 2007. En þar segir að áður hafi Matarlist EHF með Upsilon. Matarlist með Upsilon. Ég sá það. Já. Ég hugsaði hvort það hafi verið einhver lesblindur að skilin, en svo áttaði ég með á því að þetta væri náttúrulega ekki með Matarlist. Ég er að segja það, sko. Það er en ástæðan fyrir ég var að ég hugsaði um list, þetta er bara með einföldu, en svo áttaði ég mig náttúrulega á því að vera með Matarlist. Já. Það er annað þannig að þú komst til ég komst til vits. Já, því að það sem ég ætla að segja með, sko, það er annar stór player á markanum í dag sem heitir Matarlist með einföldu. Þess vegna tók ég sérstaklega fram að þetta væri með Upsilon. Já. En sko, Matarlist Upsilon, það er ekki skólamötuneyti sem eina einingu innan þess fyrirtækis. Ein spurning, nefnir að fletta upp hvort Matarlist með Upsilon segja þá til. Og ég tek það sérstaklega fram með Upsilon, sem ég ger ekki alltaf, því að það er til annað fyrirtæki á sem markaði í dag sem heitir með venjulegu Matarlist. Já. Þannig að þeir eru svona. Sko, það er til Matarlist með Ypsilon. Hvað er það að gera það? Það er SF. Já, þetta en það er á Iðavöllum 1, það er á þeirra heimilisfangi, sko. Þetta er sennilega bara forverinn, sko. Þar höfum við það. Því að annað, nú fer ég í smá sögurskýringar, sko. Ég fann frétt. Það eru Rúnar Már Smárusson og Magnús Þórisson sem eru skráðir fyrir eignarhlutum. Nú, ok. Samkvæmt keldunni. Já, ég þekki það ekki. En sko, ég fann nefnilega fréttir, víkufrétt þá helst hérna frá 2022 að þau byrjuðu í samstarfi við Reykjanesbæ 2005. 2 árum áður en að skólamatur EHF er stofnað. Já. Þannig að þetta hefur verið svona eitthvað hobby fyrir matarnördana. Og sko, back to the food founding story. Þú ferði yfir eignarhaldið frá A til Ö. Fyrirtæki er að mestu í eigu Axel Jónssonar matreiðslumeistara. Passar. Sem hefur áratugar reynslu af alhliða veitingarekstri. Við getum náttúrulega alveg sagt það núna, þetta er bara pjúra fjölskyldufyrirtæki. Það er Axel Jónsson sem á 67% og svo eru börnin hans Fanny Sigríður Axelsdóttir og Jón Axelsson sem eiga sitt hvort 15%. Þetta er svona eiginlega bara íslenski draumurinn, sko. Já, og svo eru stofnað eitthvað með fjölskyldunni. Já. Fyrir þetta fer eiginlega alltaf allt í hakk, sko. En ekki hjá þeim. Svo eru eigin bréf hérna 3%.
Já, eru buybacks Það buyback í gangi En sko, skemmtilegt segja frá því að áhugi Axels fór að beinast að heitum skólamáltíðum þegar hann satt í skólanemnd Keflavíkurbæjar 1990 Já Groundbreaking tímabil sögu þess bæjar Já Það út frá þeirri reynslu sem hann þróar þessa viðskiptahugmynd sem verður svo að veruleika 1999 þegar hann byrjar að bjóða leik- og grunnskólum í Keflavík upp á hollamáltíðir sem voru sérstaklega ætlaðar hverjum, Arnar? Skólakrökkum Orkumiklum krökkum Já, orkumiklum, já Og ég spyr, það spurt Arnar Varst þú orkumikill krakki? Já, ég held að ég geti alveg sagt það sko Ég held að ég hafi verið martrukennarinn sko Já, þú hefur átt En ekki á neikvæðan hátt sko Kennarar hafa nú sagt mér það í seinni tíð að ég hafi verið erfiður en skemmtilegur Já Það er svona Þú voru ekki einu svona að spurja kennara Þú hefur verið erfiður og leiðilegur Já, bara pottitt sko Nú hafa börn Axel svona að einhverju leiti tekið við keflinu af föðu sínum Þau reka skólamat í dag, má segja Hann nú samt aldrei langt undan eða þú flettir upp Já, Þau eiga svona 70 myndir af sér í undirritun eftir eitthvað útboð með einhverju skólastjórum Þau eru mjög góð í PR-málum sko, það vantar ekki Já, og alltaf öll mætt hugsaðir Þú veist, ef þú væri að semja Hafnarfjarðarbæi svona 7. skipti á 10 árum Eigum ekki að fara í myndatöku með bæjarstjórn Ég væri búin, nei, þarf þess aftur En þau láta sig aldrei vanta og sinna þess að alúð sérmaður Sko, hann heitir Jón Axelsson, sonur hans sem framkvæmdastjóri og Fanny Axelsdóttir mannauðs- og samskiptastjóri Og þetta ekkert smá gig, ég meina það eru held ég samkvæmt viðtali sem að tekið við 2023 200 starfsmenn? Já, 170 Voru 170, 200 starfsmenn í dag, bara frétt síðan í maí En ársverkin, þau nú færri, við förum yfir það eftir Já, þú tekur það, en þetta á 90 starfsstöðum á suðvesturhorni landsins og þau segja sjálf sko að rúmlega helmingur núverandi starfsmanna hefur unnið í 5 ár eða lengur og eru með sérstaklega lága starfsmannaveltu sem ég held að sé einhver logi því að oft í svona geirum það var mikið flakk á milli en þau geta hreigt sig að þessu Eitt sem ég langar bara að koma strax að eitt ömulegt við skólamat eða bara lélegt að minni hálfu, ég tek það algjörlega á mig að höra hreikja sér á því að það ekkert MSG í vörunum þeirra það sem bara falleikun hjá mér fyrir ykkur sem eru ný þá hann að grínast Nei, ég MSG maður Já, eða þú veist En það náttúrulega bara mjög gott fyrir heilsu fólks að það sé ekki MSG, ég meina Nei, ég meina það ekkert að því að vera með MSG Ég bara með Note to Self, ég ætla að hlusta á hana þátt svona 2027 þegar krakkarnir mæti grunnskóla og biðja fólk að láta sér ekki bregða þau verið með sellopoka fullan af svona hvítu dufti til þess að sulli yfir réttina þá það MSG Þetta alvöru fjölskyldu fyrirtæki fiskibólurna hjá þeim eftir uppskrift ömmunar Já Þannig að það svona moment Hvernig segir þú það? Áttu eitthvað svona ömmu moment Amma að baka eða elda eitthvað Já, fullt sko, það amma var alltaf með tvírétta sko. Hún var alltaf með mat sko, þú veist, einhvern heita mat í hátinu Svo annarkvæmt graut eða kakosúpu eða eitthvað í eftirrétt sko. Brauðsúpa? Nei, ég minnist þess nú ekki Það var oft svona sveskjugrautur eða kakosúpa eða rísmjölsgrautur eða havragrautur eða eitthvað sko. Þannig ef þú verður með skólamat í Garabæ eða spillingarholtinu sem þú byrði Myndi ég bjóða upp á tvírétta? Nei, hvaða rétt tækiru? Frá ömmu? Já Hún alltaf bjó alltaf til kakosúpu frá grunni sko. Það var alveg Bara eitthvað Helgi Jean-stæl eða? Gerir hann það? Nei, ekkert kakóseramónia ekkert svona seramóniu bull sko. Þetta var bara kakosúpa með tvíbökum bara stál heiðalegt Hún hefur ekki verið frumkvöld í þessu Nei, en sko, jú, hún var nú bara með venjulegan heimilismat sko. Man nú ekkert sérstaklega fiskur og mikið af fisk og þess að það sko Gaman að því Þarna eittu við hálfri mínútu Sko, mér langar aðra að segja svona bíflugusa svona bzzz svona lítill fugl milli fólks sem segir að sko þau hafi heyrt að þetta fyrirtæki svona það hafi orðið fyrir slysni hvað þau springa út og að Reykjavíkurborg hafa alltaf búið til miðlægt central upphitunar eldhús hætt við á síðustu stundu og akkurat á sama tíma skólamatur í burðarlegunum Þetta inn á good shit útboð á sama tíma Því rétta Gamla hins vegar útboðið
að ég las alla glærurnar frá Reykjavíkurborg á málfundunum kröfur til skólamáltíða sem Samtök iðnaðarins héldu á Grand Hotel. Það hefur verið skemmtileg lesning. 23. nóvember frá 3-5 árið 2010. I've got the data. Okay. Þar kom fram að Reykjavík fór að stað árið 2000 með sem sagt uppbyggingu á miðlægu eldhúsi. Líkur þeirri uppbyggingu haustið 2008 með heita mat í hádeginu. Það er ári síðar sem þau skipa starfshóp rekstrar hagræðingu því að þetta engan veginn að gera sig. Og fara svo í tilraunaverkefni með samrænt innkaup 2010. Þannig að þetta svona debunk the myth. Skólamattur dettur ekki inn á eitthvað good shit útboð. Nei, ok. Heldur byrja bara frá grunni í Suðurnesjunum. Svo eru þau eiginlega bara eins og í Risk. Ef þau hefur spilað Risk nýlega. Já. Þau byrja bara einhvers staðar út í horni. Og þau eru bara étu undir þessi eitt land. Já. Á ári liggur við. Talaði nú það í viðtali að þetta væri búið að vera 10% vöxtur frá upphafi á hverju ári. Þetta er bara eins og vaxtarfyrirtæki. Og þau hafi hafa aldrei vaxið of hratt eða of hægt, skilur, eða of mikil samdráttur, skilur. Þetta hefur verið bara mjög jafnt. Já. Og ársreiningarnir í raun bera þess vitni, en maður velti yfir hversu langt er hægt að ná í þessum gera. Já. Akkurat. Þú veist, ætlaðu að fara út á land eða hvernig? Ég er með kenningar. Herðu, couple of facts and figures. Förum við það. Þetta eru samkvæmt svona nýjastu viðtölum við þau síðastliðið 2 ár. Já, nýjastu viðtali, ok, það er eitt viðtal 2023 og eitt í ár þar sem við talum þetta er í kringum 15.000 máltíðir á dag. Ég er með calculations. Já, ég líka. Já, ok. Nýjasta fréttin, ég meira að segja að þú veist, ég les 2 fréttir, önnur segir 200 en síðan í maí segir að þau eru með 205 starfsmenn í 95 skólum. Ég sagði aðan 290, þannig að bara do your own deal. Engi sprettan á það. Þau byggðu sér framleiðslu eldhús í Reykjanesbæ fyrra sem að mér skilst að sé sprungið. Ha? Mér skilst það. Er það? Jep. Ok. Ég er með síðan á eftir nokkra útreikninga en bara svona fljótt á litið til að henda fram. Það er talað að grunnskóla ári sé 180 dagar sem þau eru að servera grunnskóla. Þá ert þú sennilega með aðra tölun ég tók 240-50 daga. Ég er með bara dagana fyrir dag. Það sem að böggaði mig var að hann talaði að þetta væri, það stóð í fréttinni 15 máltíðir á dag, svo segir hann í myndbandinu 15.000 bara fyrir skóla. Svo eru þau með 8.000 fyrir einhverju aðra og eitthvað þannig, sko. Já, það gæti verið, en sko, ég fann dagana hjá hann reyndar í ritgerð á Keldunni eftir einhvern kennarasambandinu, þar sem talað sko, grunnskóla ári er 180 dagar, leikskóla ári þar virtist vera 230 dagar, þannig að greiði leikskóla kennararnir vinna 50 dögum meira heldur en grunnskóla kennararnir með þetta. Svo blandast inn í þetta mauk að starfsmenn eru líka að panta og það er náttúrulega miklu herri kjörum. Þannig að þetta blandast inn í en, long story short, ég tók minnsta samnefnara að þetta eru þá 2,7 milljónir máltíða á ári sem þau eru að framleiða. Tökum aðeins business modelið og target kúnnar. Target kúnnar það eru skólar. Sko, það eru nemendur á leik- og grunnskólaaldri eða sveitarstjórnarmenn. Ég veit ekki hvernig þú skilgreinir það, sko. Svo veist, markaðssetningin gengur hún út á að væna og dæna einhverja sveitarstjórnarmenn til að vinna útboð eða er það að vera með besta matinn og besta verði til það er spurning, sko. Leik- og grunnskóla ég veit ekki, mig grunar að það sé það, sko. Já, ég meina það þurfa að vera einhver góð tengslan á milli, það hlýtur að vera. Já, hlýtur að vera, en business modelið og hefur eitthvað velt í fyrir hvernig þetta fer fram? Nei, þú veist, þetta liggur nú í augum uppi. Það er bara að semja við skóla, gera langtíma samninga 4-5 ár. Við sýnist það að vera svona normið, 3-6 ár. Já, eitthvað svo leiðis og svo bara elda matun í börn, sko. Þú veist, ég hef ekki farið í frekari svona smásjár aðgerðir. Að því er mér skilst, þannig að farið valega, þá eru þau í þessu segmenti sem er kallað cook and chill. Ok, er það raunverulegt? Það er raunverulegt og þá er það þannig að maturinn er annarkvort full eldaður eða eldaður að hluta í miðlægu eldhúsi í Reykjanesbæ kældur niður fyrir 10 gráður þá getur sendt matinn hvert sem er og hita hann upp og það er rauninni þannig sem þau ná að það, veist, ég held að sé mötuneytið eða eldhús inn í öllum þessum skólum þau operita það svo með því að fá matinn sendan úr þessu cook and chill og hita hann upp. Það er þannig
allavega samkvæmt viðtalið við hann. Já, rétt, þannig að ég er ekki út að aga með það, en það eru nokkri skólar í þessu. Það er annað sem heitir Cook and Serve og það er í rauninni bara eins og rekstur á veitingósi, þar sem að þú það er önnur fyrirtæki í þessu. Já. Það er aðri skólar. Já, sko, School of Thought á ég við, en hérna Já, meinar þú veist svona hugmyndafræðin þau er í Cook and Chill það séu elda og hérna kælda niður held ég alveg örugglega Cook and Serve er bara eins og veitingós það sem hún myndi bara elda og maturiða strax eins og ég held eiginlega allir ríkistarfsmenn á landinu með sína good shit máltíðir þá ertu bara með matreiðslumeistara og hann er bara mættur 7 drekkur kaffi til 10 fær sér síkó steikinn nautalund allir fá gott að borða í hádeginu þeir sem vilja skenki rauðvínið þeir sem vilja geta hent í box ég teit kvöldi líka niðurgreiddur matur þetta er Cook and Serve bara eins og veitingastæður svo er þriðja í þessu að það er hérna Cook and Freeze það sem hún var að elda matinn og frysta hann og frægasti svona eldað og hraðfrysti matur í held í heiminum er rækjur sem eru gott dæmi þetta eldar, pillar, svo eru það hraðfristar þannig að þú getur getið hvar sem er í heiminum það gleymist að rækjur eru náttúrulega eldar eða svona yfirleitt sko en þú veist þetta er bara til að gefa munin varðandi Cook and Chill, mótilið þeirra það er talið að hagkvæmasta af þessu öllu út af því að þá getur þú eldað miðlægt í stærri skömmtum en ella þú getur verið með þrif og forvinnslu sem þarfnast ekki fagmentara eins og í mörgu öðru þannig að þú þarft að vera með læraða matreiðslumeistara inn á gólfinu skilt að það þurfu ekki þessu hins vegar er hærri stoppkostnaður í þessu vélarnar kosta frá 120 miljónum og upp á það að geta framleitt massa skammta í þessu mótili og þessar upplýsingar núna ég fer aðeins yfir það hérna eftir þessar upplýsingar, þú ert eflaust að spyrja þig hverjum var ég að múta fyrir þessar upplýsingar Cook and Chill, Cook and Serve ég mútaði engum en ég las ritgerð úr kennaraháskólanum áskoranir miðlægs eldhús eftir Snorra Sigurðsson frá 2016 þið sjáu það mæli með heyrið það kæru hlustendur að hér er undirbúningur hann er gríðalegur og þar er farið yfir að hérna sem sagt bara nefnda skólamatur í þessu mótili og það er þá yfirleitt þannig að þegar sveitafélögin fara sjálf á stað þá eru þau í Cook and Serve því að þau eru bara get ekki hérna unni svona aðeins fram í tíman Herðu, markaðin sjálfur, ég er alveg búinn tók náttúrulega stakkaskiptum í vetur þegar Katrín Jakobsdóttir ákvað að vera sniðuð að kaupa sér atkvæði fyrir forsetakosningar og því var hendin í kjarasamninga að allir á landinu eiga að fá gjaldfrjálsar skólamáltíðir það er sér öll börn þá sagði ég strax langur skólamatur short matarsóun Ertu ósammála því? Nei, er það ekki, meikar það ekki bara fullkomin sens? Reyndar er ég síðan fann að endur sko þá afstöðu því að skólamatur er með eitthvað hérna prógram gegn matarsóun þannig að það gæti verið að ég meina auðvitað það hlýtur að íta undir matarsóun þú veist, þetta bull Ég fann hérna einhverja þetta frítt Ég fann frábært kvót út því að þetta er mismunandi mótilöðin Norðurlöndunum Fólk hegðar sér bara öðru sér þegar að veita eitthvað er frítt Já, og það var hérna frækt með eitthvað kvót frá Danmörku þar sem var orðið bara vandamál að krakkar voru bara sækja matinn á hendunum og fara að kaupa sér eitthvað En sko, nóg að bullinu til að taka hildamarkaðinn hvað er margir nemendur á landinu? Grunnskóla? Grunnskóla, ég ætla að segja 18.630 47.507 samkvæmt árið 2023 upp í 10. bekk eða? Bara allur grunnskóli, fyrst til 10. Hvað varst þú að tala um bara 3. til 4? Fyrsta til 7. Það er grunnskóli í mínum huga sko Gagnfræðiskóli er 7. til 10. Já, tilhörðu samt ekki undir grunnskólan Já, sennilega, gera það En sko, 47.507 Mér langar þó að sitja mikið fyrirvara, þetta er náttúrulega gögn frá Hagstofunni það hefur lítið verið hægt að treysta þeim undanvarið Þau er erfitt með að telja sko Þannig ég hefði frekar You had one job Svo einhver sagði En þannig ég ætla að gefa þér sko frávikið til pluss mínus 5.000 Þannig að þú hefði geta En ég náði því samt ekki Nei, ég held bara að væri talsvert, þú veist, við erum komin undir við erum komin í 1,5 badd per konu sko það kemur óvart bara að það skuli vera svona fjölmennt í grunnskóla landsins Já, akkurat, ok, hildamarkaður 47.000, ég er ekki með grunnskólakrakkana ég er ekki með starfsmenn í grunnskólunum þannig að þetta er stærri markaður Ertu ekki með grunnskólakrakkana?
Jú, þú veist, ég var með fjöldan af þeim, 47.000 Ég veit ekki hvað ekki leikskólakrakkar Já, leikskólakrakkar Það getur ekki geografíu 4-5.000 Þannig að þú veist, það sé alltaf einn árgangur að detta inn fyrir hver 10 ár Já, ég veit það. Þú hugsar þetta bara fljótt Ég hef bara enga tilfinningu Heyrðu, skoðaði nokkur Fólk hægt að eignast börn, sko Ég ætla að fara yfir player á þessu markaði, svo tekur þú við Og ég skoðaði nokkur útboð aftur í tíman Og framan af sýnist mér að okkar menn á First North Það verið nokkuð gildandi Sláturfélagið Var inn í einhverjum útboðum Já Svo gruna mig að þegar öll umræðum vegan og meira salatfæði kom inn í þetta Það var við Alexander Áki í SS farið á fund með Steinþóri og sagt við erum pulsur og áburður ekki vegan, hættum þessu það komið gott, tökum ekki þátt í þessu We sell hot dogs and fertilizer Það er SS náttúrulega bara þvílíkt félag Já, annað ég held að SS sé bara óbeitt þáttangandi í dag með því að vera massa framleiðandi á kjöti og öðru sem er selt og framleitt en þau séu ekki sjálfa að taka þátt í útboðunum hins vegar er eitt dulið fyrirtæki eða dulið, svona under the radar og það er þriðja fyrirtækið Ísland sem að ég veit ekki hvort ég er rétt að kalla það þriðja fyrirtækið en Ísland hefur verið að taka þátt í ýmiss konar útboðum allavega framan af, svo hef ég ekkert fundið núna nýlega frá þeim, það heitir þetta held ég Dagar í dag Já, Dagar, já og Enter the Matrix félag sem er heavily influenced af því að vera að reykja njóla og hlusta á sumartíman Býttu nú við? Það er félag í eigu sölufélags garðyrkju bænda Matartímin Já, einmitt Og býttu hvernig tengjast þau njóla á áttunni séru? Þau voru að reykja njóla og hlusta á sumartímin þegar þau fá þessa hugmynd Matartímin, já Heyrðu, af hverju fyrir við ekki að taka þátt í þessum útboðum og djöflast á móti skólamat og þá er akkurat verið að hlusta á sumartímin sett á sumartímin Nei, ég ætla ekki að gera það Jó, Þau hafa nú haft vel upp úr því, sko Já, ég er með þetta og þau skýra félagið sitt Matartímin og ég sé þau fyrst vera dett inn hérna fyrir 3-4 árum Sölufélag garðyrkjumanna Já, og þetta er mjög áhugavert múf hvað sölufélag garðyrkjumanna virðist vera mest áberandi sjarp af því sem kemur frá bændum þegar þú skoðar upp á markasetning og framsetning og annað þetta er svona eiginlega til fyrirmyndar en það er örugglega einhver sem myndi að setja spurningamerki við að þú sért með svona einhvers konar kartell farið að keppa í þessu Já, en það er EHF, sko Já, þetta er EHF Sölufélag garðyrkjumanna Já, líka, það er svo sem rétt, það er rétt en þú veist, hugsaðir hvaða stöðu þetta situr eins og skólamat í að vera bara, viljum við kaupa grænmeti af keppinaut okkar Já Einmitt, það er góð punktur, sko Á endanum munu þeir geta gert það verkum að einhverjir fara að snúa sér annað og þú vilt ekki vera að kaupa bara pæling, langavelta en ég samt hendi hrós á sölufélag garðyrkjufélag fyrir að vera langmest framand af því sem við höfum í allri framsetningunum þau eru með forsónu kartöflurnar sem allir þekkja Jú, í vakuum þú veist, þetta er bara ég hef aldrei ekki að garðyrkjubændur hefði haft upp á þessu sjálf en þeir eru öflugir og svo eru svona ýmiss konar player eins og Matalist með venjulegu þau eru með nokkra skóla í með einföldu nokkra skóla í Hafnarfirði en þetta er svona útbúa business gaman að þessu þetta er náttúrulega rúlar á útbúðum í rauninni, sko Já, basically, ég fer aðeins í tökum reikningsdæmi og snúning á eftir eitt út af því að þú ert rosalega myndakall Fyrst voru það sónamyndirnar Svo veit ég úr það safna alls konar myndum Ég sé á síðunni andlitbæjarins.com Hefur farið á hana? Nei Þar getur þú keypt passamynd af Fanny Axels, mannustjóra á 1500 kall Andlitbæjarins.com Já, það er bara verið að selja myndir af andliti mannustjóra hans What? Ok Ég dætti í huga, ég myndi gefa þér þetta kannski bara jólagjöf Er þetta eitthvað tengt Reykjanesbæ eða? Ég veit það ekki Andlit bæjarins Skipti það því einhverju máli, ertu ekki bara að safna myndum af en sko, hverju sem er nánast Fyrirtæki þarna á Reykjanesinu þú veist, þetta er væntanlega með þeim stærri sem að eru þarna Við erum náttúrulega með svona 2 core að þú veist, það er þetta skólamatur, svo erum við Blue Kar Allar að taka upp söðunni sinn Já, þú veist hvað, ég er bara svona veltaði fyrir mér hvað þetta er á svona Sko, við hendur náttúrulega flugvellinum 1, 2, 3 Já, þú veist Ég veit ekki hvort Ísafja sé skráð þarna
Svo getum við tekið Nesfisk í Garði. Ég sagði þetta ríkisreiki sko, batteri. Já, Nesfiskur í Garði, tölvustari. Blue, flottir. Já, tökum ekkert útgerðnar, tökum það út fyrir sögða. Ok, hendum útgerðunum út. Blue og hérna skólamat. Dettur í hug eitt skemmtilegt fyrirtæki sem við tókum ekki, sem kemur úr Grindavík, sem í þessum matabisnes, hjá Höllu. Já, hjá Höllu. Það er Grindavík. Það er nú sennilega ekki stórt en hjá Höllu, já, veltir 315-16 kúlum. Já, það er ekki meira. Nei, ok. En þú veist, já, en ég held að það sé nokkuð svona garanterað að skólamatur er einn af þessum stólpum á Reykjanesinu. Já. Allavega í Suðurnesjabæ. Já. Það ekki? Jó. Fyrir utan útgerðir og OHF og flugvöllin og eitthvað fleira. Nei, ég veit ekki. Og Bláa lónið, já. Blá lónið. Algjörlega út fyrir Suður, sko. Nei, Bláa lónið er, já, klálega. Og HS Orka, við teljum það ekki með heldur. Þetta er risi. Þetta er alveg klálega, þú veist. Þetta er flott fyrirtæki. Þetta er flott fyrirtæki. Herðu, við skulum bara fara að kafa ofan í tölunar. Já, take it away. Og á ég ekki bara að byrja á rekstrareikningnum. Náttúrulega byrjaði á efnahæginum hjá Eik. Það eina sem var í steik hjá Eik var yfirferðin okkar. Fasteignafélögin eru bara boring. Ég samla. Þetta var ekkert skemmtileg þáttur. Nei, sorry. En það eru bjartari tíma framöndan í pingjunni, gott fólk, ekki gefast upp á okkur. En hérna já, það var svona viðskipti hjá mér að setja efnaðinn fyrst, en við ætlum að byrja á rekstrareikning í dag og hann er í boði Teygja. Og talandi alla þessa netverslunardaga sem eru á leiðinni sko. Teygja mun náttúrulega ekki bregðast búalistina á þessum dögum. Nei. Það er ekkert kjaftað á þeim bænum, greitt út næsta virka dag og svo kallar flat fee. Já. Það er bara, it's a flat fee og það er ekkert surprise sko. Það er einstaklega hættulegt fyrir þá sem eru góðir ekstramenn og greindaskertir. Það þurfi ekki að vera að spá inn einu. Þetta tekum við öllu rófinu. Já, það er svona eiginlega þægilegast við Teygja. Þetta tekur bara frá 0 upp í 10. Greindaustölu, skiptir engum máli hvar þú ert. Þetta er bara flat fee, skiptir engum máli. Og náttúrulega auðvitað Teygja og Gorilla fara helviti vel saman þarna þessa daga sko. Svona lífsnauðsynlegir innviðir fyrir verðtíðina framöndan. Og já, farið inn á teygja.is, kynnið ykkur málið, fáið tilboð. Og ég segi bara ekki láta bukta þig og beygja, veldu Teygja. Maður er alltaf að finna eitthvað nýtt. Þessi var nú góður. Býtu hvað, segðu þetta aftur. Ekki láta bukta þig og beygja, veldu Teygja. Já, það er gott. Það er gott. Jú, ég hef ekki heyrt hann áður. Maður er svona aðeins að prófa sig áfram í þessu. Þannig að þið heyrið það. Teygja, þökkum þeim fyrir samstarfið. Nú, sko, eins og ég sagði áðan, eignarhaldið Axel Jónsson 67%, Fanny Sigríður Axelsdóttir 15% og Jón Axelsson 15%. Eigin bréf 3%, þannig að þau eru in the buyback. Nú, við ætlum yfir ársreining frá 2023, sem sagt nýjasta útgefna ársreining. Ég verð með svona söguleg innskot kannski hér og þar og ég verð að hefja samt yfirferð á smá fortíðamóla. En það var nú þannig að skólamatur EHF er hérna stofnaður á því herrans árið 2007 í janúar nána tiltekið. Officially. Já, og þegar allt var á auðvitað bullandi siglingu í þjóðfélaginu. Þetta er sennilega hápunktur bara bylgjunar fyrir hrun sko. Góðærisins sko. Það er þarna í kringum byrjun árs 2007 og þarna í upphæði var Axel sko 97% eigandi á móti Arngrími Jóhannsinni sem átti 3% og mér sýnir svona öllu að þarna eru þeir að taka lán að mestu fyrir tólum og tækjum, leggja inn hennan hefðbundna 500 skall í hlutafé. Býtu hvað, fórstu langt aftur? 2007. Vel gert. Já, sko, ég tók ekki alla söguna, en ég ætlaði bara svona aðeins að byrja á smá fortíðamóla. Eins og ég segi, leggja inn í byrjun 500 í hlutafé og sko eins og ég segi, taka lán fyrir fyrir restinni. Og þau í rauninni eru að kaupa þau eiga varalega rekstrarfjármuni. Sko, það kemur fram í sjóðstreymi keyptir varalegi rekstrarfjármunir. Já, þau eiga 16,7 milljónir í varalegu rekstrarfjármunum í lok árs, sem er nú alveg, þú veist, einhver upphæð þarna, þannig að þau eru að kaupa þau eru að kaupa bara opna og eitthvað svona væntanlega fyrir eldhúsið. Svo er viðskiptavild fyrir 45 milljónir. Og ég eiginlega kann ekkert frekari deila á því, það er ekki einhverjar útskýringar á því hvort að það
hafi með það að gera að þeir hafi þú veist sko ég eiginlega bara ég veit ekki hvað þetta er sko. Afskriftir á henni Já, þú veist, það var eggfærið viðskiptavild sko fyrir 56 milljónir á þessu árið 2007 þetta var náttúrulega í tísku á þessum tíma Er það ekki bara nafnið skólamatur sem fært úr matarlist yfir? Mögulega, og einhverjar eignir kannski með, skilur við þannig að þau hafa örugglega átt einhverjar eignir fyrir en allavega þau hefja þetta ár 2007 eða í lok árs 2007 skulda þau 46 milljónir króna þannig að þá fer ég að hugsa hver var svona helsta lánsfjárprodúktin á þessum árum? Það var fjárkúun Nei, það var auðvitað gengistri lán Já, auðvitað og svo kallar myntkörfulán og í lok árs 2007 var skiptingin eftirfarandi þau skulduðu 16,4 milljónir í svissneskum fröngum 16,3 milljónir í japansku jenum og svo 15,6 milljónir bara í íslensku krónum og þetta er þessi svo kallar myntkarfa og þetta væri auðvitað ekki frásögufærandi nema fyrir þær sakir að fyrir lok næsta reikningsárs átti eftir að verða hrun Já. Og við þekkjum nú flest hvernig fór fyrir gengistyrjum lánum á þeim tíma en þetta fyrsta rekstrarár hjá þeim fór hérna, sko það fór vel á stað hreinn hagnaður upp á rúma 19 milljónir og allt lék bara í lindi en til að gera langa sögu mjög stutta þá var tap upp á 31 miljón á árunni 2008 sem sagt öðru rekstrarári og þrátt fyrir sko betri EBITu og að þér virðist betri rekstri heldur en árunni áður að fjármagnsgjöldin hjá þeim árunni 2008 voru hvorki meira en minna en 74 milljónir króna það sem gengistapið nam sko 52 milljónum og vaxtagjöld 19 milljónum og langtíma skuldastaðan var orðin tæplega 135 milljónir króna árið 2008 135 milljónir króna og þannig að þetta hefur hitt helviti illa á að fara í erlenda gírun á þessum tíma og það sem verra er að þau virðast sko hafa bætt líka við sig nýjum lánum þetta örlagaríka ár sko Hvar í helvitinu komst þú í 2007? Þannig er sko, í lok árs 2008 eru skuldir í svissnesku fröngum orðnar 44 milljónir tæpar japanskt jen 49 milljónir og í íslensku 51 miljón þannig að sko svissneski frangin sko í rauninni eins og ég segi, þau bættu við sig þannig að það er ekki hægt að rekna gengishækkunna út frá hækkun lána sko hjá þeim, hækkun höfuðstóls en ég fór bara inn á Seðlabankann og kemur ljósa frá loka árs 2007 til loka árs 2008 þá hækkaði svissneski frangin 106% og japanska jenið 142% þannig að hérna en svo er skuldafélag sko félagsins í loka árs 2008 komið í 116% sem er bara ansi hátt hlutfall skulda meira en þau eiga og þannig að þú veist, þetta hefur verið helviti erfitt svona til að byrja með allavega á nýrri kennitölu Áhugavert Nú, svo árið 2009 þá svona lítur út fyrir að nánast hver einasta króna sem að hringlaði í kassanum hjá þeim hafi endað í afborguna á langtímalánum 67 milljónir króna nána tiltekið sem að voru greiddar í afborganir það ár og vissulega farið að saxast vel af gengistryggðu lánunum hjá þeim en það á kostnað aukina skammtímaskulda sem voru lán við lánastofnunir einhver endurfjármögnun í gangi eflaust einhver úrræði sem voru í boði þarna það satt? Umboðsmaður skuldara var ekkert að taka við skólamat eitthvað mér er ekki kunnugt það en þú veist ég meina tókst þú við lánum í svissneskum en þá er ég að tala sko einhver úrræði að taka skammtíma lán í íslenskum krónum til að dekka fattarum mig þú veist hérna til að dekka erlendu skuldastöðuna sko ekki mynd Nei, þú veist, allavega ef ég fer í sko lánastöðuna hjá þeim lok árs 2009 þá sé ég hérna að sko skuldir í íslenskum eru 53 milljónir en skuldir í fröngum og jenum eru komnar niður í 6 þannig að það lítur út fyrir að þau hafi fengið einhvers konar eitthvað skammtíma úrræði til að greiða það niður Þetta er ógeðslega gaman að skoða afsreikninga þessi gengislánin en þú veist, þetta er bara þú veist, ég er bara hérna svona leggja fram djúvill sem það var ná að tækla þetta 60 milljónir lagt inn bara sko, til að já, einmitt og þau náðu, eins og ég segi þau náðu vopnum sínum aftur sko í rekstrinum að þeir veriðist högnuðust rúmar 29 milljónir króna þetta 2009 skuldastaðan komið niður fyrir 100% það ár og stóði 96% þarna í lokast 2009
en þau áttu æri verkefni fyrir höndum sem þau laustu nú nokkuð vel hérna árin á eftir, það tók sinn tíma auðvitað, skulduðu sko ennþá 100 milljónir til Lánastofnunar árið 2016 en voru þá að hagnast vel svo sem á þessum árum, svo árið 2017 bara eins og hendi sér veifa þá það hefur bara verið tekin executive decision að greiða upp öll lán við Lánastofnunir og félagið var þá sko já þetta í rauninni sko voru ekki með þessar 100 milljónar hendi, fengu lán frá tengdu félagi Axion EHF sem fasteignafélag í meirihluta eigu Axel sjálfs. Hugsaður ef að börnin í Reykjanesbæ hefði ekki fengið að borða hennar nörlaðar ríka morgun 2008 út af svissneskunni franka en enga síður félagi orðið skuldlaust eftir 10 ára hark. Eitt sem þú ert að gleyma 2009 þá eiga þau fjárfestingaverðbréf bókvarð á 105.000 krónur í slátufélagi Suðurlands. Já, eiga það enn. What the fuck? Já, þannig að hérna, við komum nánar inn á það. Ok, þetta kemur inn 2009 síns mér. Þú ert í rauninni búin að koma inn á það, sko. Já, fyrirgeðu. En sko, eins og ég segi, félagi orðið skuldlaust og í rauninni fyrst þarna, 10 árum síðar, sko. Og þetta hefur eflaust tekið á, fjandinn hafið það. Myndkarfan varði þetta mörgu góðu fólki að falli, eða næstum að falli, eins og í þessu tilfelli. En þau hætti ekki, ég er alveg long myndkarfa sko, svo lengi sem þetta ekki presentera sem bara einhvers konar salgæti sko. Ég var einmitt að vera að segja, þetta svo sorglegt að þetta sé svona neikvætt huljór, því ef ég væri að fara súkkulaði húða rúsinur eða eitthvað í dag, ég myndi skýra það myndkarfa. Það eina myndkarfu, það bara svona súkkulaði húða rúsinur fyrir fjárfesta. Ég að segja, þú veist, myndkarfa á þessum tíma var bara presentera sem bara fyrir hinn almenna góm, bara þetta málið í dag. Þú ert kannski með eitthvað sem eru svona hvítsúkkulaði, ljóst og dögt. Þetta myndkarfu. En eins og ég sé, félagið orðið skuldlaust 2017 og það hefur haldist þannig síðan. Það segja, vaxtabyrjandi langtíma skuldir en ánárið það á eftir. Það er klapp. Binni í bankanum. Herru, nú spólum við aðeins áfram til ársins 2023. Ok. Og skulum sjá hvernig þetta hefur gengið. Tekjur félagsins árið 2023 tæpir 2,7 miljardar 2.675 milljónir nánar tiltekið. Þetta 27,5% vöxtur frá árinu 2022 þar sem þau veltu 2,1 miljardi og þá höfðu þau í rauninni auki veltu 18,4% á milli ára sem þetta úr 1771 miljón árið 2021 svo þið sjáu það bara núna á síðustu árum hefur verið stórfelldur vöxtur hjá skólamat 51% á milli ára 2021 og 2023 þannig að hérna þetta er lasin vöxtur sko og þau segja í skýrslu stjórnar að þessi sko vöxtur milli 22 og 23 skýrist að mestu leyti af auknum umsvifum í þjónustu við leikskóla og frístundaheimili sko langstæstur hluti hérna af tekjunum eru bara rekstratekjur svo eru hérna aðrar tekjur fyrir 4,7 milljónir sem ekki svona, þú veist, sem ekki neitt í stóra samminginu. Þetta bara einhver lottómiðar. Einhver lottómiðar. Maður velti fyrir sér hvað af þessu kemur í gegnum niðurgreiðslu framlög. Fattarðu mig? Þú veist, hversu stór hluti af tekjunum þeirra ætli sé í rauninni niðurgreiddur? Myndirðu vilja skjóta á eitthvað? Ég skil ekki hvað átt við. Nei, bara þú veist þau fara í útboð og segja, heyrðu, við getum búið ykkur matinn á 500 krónur. Ég veit að þetta er ekki beint niðurgreitt til þeirra en þú veist, það verður 100% núna. Já, það verður, en ekki, þú veist, þau eru náttúrulega með eins og þau segja frístundaheimili og eitthvað svona meira, sko. Já, en allavega ég er með hérna verðin, þetta er dýrast á nesinu í fyrra, þá kostaði máltíðin 561 krónu og 323 á Suðurnesjum, eða 22. Og þetta var niðurgreitt 75% eða ekki? Jú, það er það sem þetta kostar til endaneytandans, þannig útboðið var aðeins hærra, en svo er það bara sveitafélagsins, hvað þau ætla að niðurgreiða þetta mikið aukalega. Og það er náttúrulega tekjulágir er eitthvað X og aðri geta svona styrk og svo náttúrulega var það þannig að þáttakan var ógeðslega há eiginlega á öllum stöðum. Ég held að hún hafi verið komin yfir 80% í Hafnarfirði 2016 þegar Snorri Sigurðsson var að skrifa sína ritgerð. Þetta var 87%
í Reykjavík í fyrra sem stærst. Já, einmitt. Þannig að orðið að fullu við niðurgreitt náttúrulega bara víða núna. Já, núna er þetta 100%. Það sem að ríkið tekur 75% og sveitarfélagið rest. Já, einmitt. Já, einmitt, þannig að 2024 munu tekjurnar... Og pappi tekur bara hann 12.000 skall á mánuði og fer á barinn eða kaupir nýja FIFA eða eitthvað. En sko, nú sá ég þessa frétt sem þú talaðir þetta með 15 máltíðir á dag. Og ég gerði smá útreikning á þessu. Ég miðaði við 250 viðskiptadag á ári. Já, það er alltaf mikið. Og ég haf með sko 3.750.000 máltíðir á ári. Og það gerir samtal 712 krónur máltíðin. Já. Ég er hérna... Sem þau fá í kassan hjá sér sko. Já, í tekjur. Já, í tekjur. Ég var nefnilega, ég fór einfaldara leiðina, tók fjölda skóladaga sem er 180. Já. Það var 2,7 miljón máltíða og tekið per skamt 989. Já, ok. Það er smá bil hann. Ég herra... Já, sennilega ert hún nær. Já, sko, þau eru samt stórin á leikskólanum líka. Það eru 230, þannig þá ætti þetta eitthvað aðeins að tegjast. Já. Þannig að ég heldur sér ekki fá... Já, mætast í miðunni þarna, 800 kall einhvers staðar. Já, 700-800 kall. Give or take. Nú, herðu, skulum bara vippa okkur yfir í gjöldin eins og ég segi tekjur 2,7 miljardar króna. En ef við förum í gjöldin þá sjáum við hérna fjórskiptingu, það er kostnaðarverð seldra vara, það eru laun og launatengd gjöld, það er skrifstofu og stjórnunarkostnaður og svo annar rekstrakostnaður. Og ef við byrjum á kostnaðarverði seldra vara þá sjáum við að það fer yfir miljard hjá þeim að með sýnist í fyrsta skipti 1,044 milljónir króna. Og ef við horfum í álagningatölur, það er að segja rekstrartekjur deilt með kostnaðarverði seldra vara -1 samt, það má ekki gleyma því, þá sjáum við álagningu upp á tæplega 156%, sem að hefur farið lækkandi þó með árunum, stóð í 175% 2021 og 165% 2022, þannig að þú veist, það er alveg smurt ofan á þetta. Sko, með að við óábyrgu útreikningarna mína hérna áðan á kostnað per máltíð, þá væri framleiðsluverði þá á einni máltíð hjá þeim að meðaltali 278 krónur. 270? Með að við að þau fái 712 krónur fyrir máltíðina í tekjur. Þannig að hérna, til að setja í samhengi... Já, með að við mitt, sko, út af því hagnaðarhlutfallið er hérna 2,8%. Þá var ég með að hagnaðar per skamt væri 27 krónur. Já. Varst þú ekki að reikna hagnað per skamt? Nei, en það meikar sens ef að þú ert að með tæpla 1000 kall hérna skamtinn, sko. Já, ég veit að þannig að frændi minn sem er strák í grunnskóla, hann segir alltaf Bjössi, ertu svo duglegur að býta í nokkra 27 krónur? Svona fyrir börnin og skólamat. Honum finnst það voða fyndið. En herðu, ok, áfram með smjúrið, næsti útgjaldaliður, það er laun, það er 1,1 milljarður sléttur, af því eru hrein laun til starfsmannum 881 miljón. Sko, skráð ársverk eru 126. Já. Þannig að það virðist vera þessi, já, sko... 205. Já, það er með 2004, alltaf hafi ekki verið rétt undir 200 árinu 2023. Þau störf reiknað yfir í heilsársverk eru 126 sem gerir meðaltalslaun upp á 582.000 krónur sem er svona allt í lagi bara, þú veist. Já, en ef maður er að fabulera þá er það örugglega ekki heilstags vinn eða þú veist heil vinnudagur að mæti hádeginu og hitta upp og Nei, ég veit ekki, bara hálfum ís. Þetta er reiknað yfir í 126 ársverk. Já. Og það eru hrein laun til starfsmann eru 881 miljón, þannig að það gerir 582.000 krónur í meðaltals laun. Nú, launakostnaður er þeirra stærsti útgjaldaliður sem nemur 42,2% af heildartekjum félagsins. Svo er þetta Cox plus laun, það er væntanlega eitthvað sem að stjórnendur hljóta að horfi hér. Þau rétt sigla yfir 80% þar, það er að segja kostnaðarverð seldra vara plus laun sem hlutfall af heildartekjum, það er 80,2%. Það er 98% hjá matatímanum. Já, það er svo hátt. Það er ekki gott til, það er ekki vænlegt. Það er ekki vænlegt til árangurs, myndi ég segja. Nei. Hér viljum við halda þessu undir 80%. En það fer þó eftir, hvað er agenda þar? Er það að græða alveg heilan helling á þessu? Eða snýst það að móka kínakálunu með strókanoffinu? Ef þú vilt halda stöðum vexti hérna, þá verður að halda þér undir 80% hér, sko. Já. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Nú, næsti liður Allir matatími sé bara svo verður að vera stroganoff og þeir eitthvað, nei, við erum bara með vegan stroganoff. Hvað er þetta stroganoff í það nú? Er þetta ekkert í stroganoffinu? Þú sagði þetta við mig þegar ég mætti hérna í morgun. Stroganoff, hvað?
Er þetta einhver pólitíkus eða? Hefur Stroganoff. Þetta bara einhver svona kjötkásur réttur. Já. Sem yfirleitt, sko, þetta fallegt nafn, en þetta yfirleitt vond. Það þyrfti kannski að gefa þessu séns. Ég man aldrei eftir að fengi gott Stroganoff. Hvað þá vegan Stroganoff? Kannski skoðum það í hádeginu hérna. Þú ert ekkert í Stroganoffinu? Nei, ég minnist þess ekki að hafa prófað það eins og sko. Nei. Herðu, þriðji útgjaldaliður stskrifstofu og stjórnunarkostnaður. Það 53 milljónir og því miður engar frekari upplýsingar það. Þetta nú bara eitthvað svona pappír í prentaran en svo hérna annar ekstrakostnaður til að loka útgjöldunum 315 milljónir. Eina sem ég sé hérna leiga 106,8 milljónir af því. Já. Og þessi stærð hefur sko aukist til muna hérna á milli ára og reyndar hefur hún nánast tvöfaldast frá 2021 þegar annar ekstrakostnaður var 161 milljón. Þetta helst væntanlega í hendur bara við þessi auknu umsvif, flutning í nýtt húsnæði og svo framvegis. Já, annar ekstrakostnaður eykst með því. Það bara það var reyndar byrjun þess ás, en það búið að vera helvítis hafari í kringu þau út af þessu gosi. Já. Það alveg bara eins og hitaveitalögnin fór í sundur hérna núna í febrúar. Já. Og þá var sögðu sagan af því hvernig þau voru að flytja leirtau til Reykjavíkur til þess að vaska upp yfir helgi til þess að geta framleitt og það hefur bitið í Já, þú veist, manni dettur í huga þessi alls konar svona lúmsku kostnaður sem leggst á þau sem atvinnurekanda sem að fólk ekkert endilega að spá í. Já, eða þú veist, ég sé það hérna bara svart á hvítu allana frá 2021, þá hefur þetta tvöfaldast, sko. Já. Þannig að, hérna, já, en allavega svo ein pæling, hérna, út af því að svo mikið rættu sko sum ríki Kaliforníu, Bandaríkjana að verða þannig að tryggingafélög eru bara stíg út. Við ætlum ekki að tryggja það, svo mikið hurricanes og wildfires og dóti. Já. Hvað ætli gerist með Suðurnessi núna? Ætli hækki ekki álag á svona staði? Það góð spurning, sko. Það ekki? Jú. Það hefur ekkert verið rætt, en það hlýtur að gerast, sko. Annað líka út af því að núna mun fólk bara að eilífu gera ráð fyrir að ríki muni grípa það. Ég meina, Grindvíkingar voru keyptir út, það er ekki að kaupa mig út. Já, sem því þá örugglega tryggingafélögin muni þurfa að hetsa sig og byrja að hækka tryggingar. Ég veit það ekki. Þetta er áhvert hvernig þetta spilast úr þessu en það finnst eðlilegt að tryggingafélög myndu hækka prímjumið á þetta, sko. Á Suðurnessi, þú veist herra tryggingar. Nei, ég vil það ekki, það bara make a sense, það er bara raunsætt, skilur. Flugvöllin í Hvassaleiði og herri tryggingar. Tryggingar snúast bara tölfræði og ekkert annað, skilur. Þetta er bara, þannig það. En hérna var ekki einhver sem sagði að tryggingar snúast fólk? Þegar þú segir það, sko, þá gerir það kannski. En rúmlega 2,5 milljarðir hérna í útgjöld sem að gefur okkur EBITu upp á 162 milljónir króna sem að 6,1% framlegð og hafa verið að malla þarna á milli 6 og 7% þessi síðustu rekstrarár, bara nokkuð stabílt. Virðast vera komin vel upp á lagi með þetta þó þau séu náttúrulega í gríðarlegri skölun. Þannig að þetta er virðingavert að þau ná að halda svona stöðuri prósentu þarna. Nú þau afskrifa hérna fyrir 71 miljón á rekstrarárinu. Þær afskriftir eru af varanlegum rekstrarfjármunum, annars vegar fyrir 63 miljónir og svo af óefnislegum eignum hins vegar fyrir rúmar 8 miljónir. Og undir þessum óefnislegu eignum hugbúnaður. Fyrir nánar yfir þetta hérna kannski á eftir í efnahagsreikningnum. Þannig að við skulum hérna koma okkur yfir í fjármunatekjur og gjöld. Þar sjáum við nettó jákvæða stærð upp á 1,8 miljón króna. Eitt hérna, bara þegar við vorum að tala vöxt. Já. Ég sagði eitthvað bull hérna áðan, en matatíminn, þetta fer bara í lofti 2022. Matartíminn, gerðu þetta aftur? Já, 22, þetta er stofnað 22. 885 miljónir á fyrsta ári, 1,1. Þetta er náttúrulega hagsmunasamtök þarna á bakvið þetta. Þú veist, þau eru með puttana við það, sko. Það lítur út fyrir það. Komast beint inn. Það er ekkert eins og þau að byrja bara á einhverjum yfirdráttarláni, sko. Já, sem segir manni samt, sko, getur hver sem tekið þátt í þessu útboði svo lengi sem hann bara bakkar upp verðin. Það sé ekki gera neinn krafa að maður hafi verið í þessu rekstri áður. Mikið til tengslanett og annað, sko, en þú veist. Hvað væn og dæna pólitíkus? Já, ég meina auðvitað gera það, en svo verður líka bara að hafa einhverja, þú veist, annars þyrftir að hafa einhverja rekstrarsögu, sko. Já, þetta er svolítið skrítið, ef maður dettur bara beint, þú veist, ætli við getum bara stofnað hérna pingjan mötuneyti og bara fara að bjóða í útbúði í einhverju skólum. Við þyrftum að byrja bara á einhverju litlu vinnustöðum, sko. Já, svo er þetta bara kakosúp á mándum og strókan á fyrir restina af vikunni.
menn bara í Stroganofinu. Ok, hérna en eins og ég segi, með fjármunatekjur og gjöld sko, vaxtatekjur félagsins voru 5 milljónir, svo eru þið með fjármagnsgjöld hérna fyrir 3,2 milljónir, þar sem að vaxtagjöld og verðbætur voru hæst 2,6 milljónir. Svo eru það að greiða hérna einhverja örlitla dráttavexti, kannski einhver samskipta örleikar í bókhaldinu, ég veit það ekki, maður segir bara svona, en þessi vextir og verðbætur eru örgulega bara af einhverjum öðrum skammtímaskuldum, hérna þessar 3,2 milljónir, því þau eru ekki með neitt vaxtabærandi lán, samkvæmt efnahagsreikning, þannig að svo ég er ekki alveg kláraði hvað er að valda þessu, en nóðum það, nettó jákvætt 1,8 miljón, fjármunatekjur og gjöld. Herðu, þá bara komið að hagnaði, og hagnaðurinn árið 2023 var 92 milljónir króna fyrir skatta og samtalsreinn hagnaður 74 milljónir. Þannig að þetta gerur 2,8% hreint hagnaðar hlutfall sem er náttúrulega auðvitað engin stórfellt prósenta en tölurnar eru auðvitað háar svo, hérna, svona í augum netbankakúrekana ef við tölum við það. Þannig í þeirra augum hefur skólamatur náttúrulega verið að hagnast gríðarlega samtals 292 milljónir síðustu 5 rekstrarár. En hlutfallslega ekki hátt, þannig að en, þú veist, gríðarlega góður rekstur og ekkert sjálfgefið að skila hagnaði í veitingageira þessar mundir, þannig að hérna, þetta bara lítur mjög vel út að mínum mati. Það er samt alltaf jafn áhugavert að bera saman veitingageiran og svona bara mötuneytis þjónustur. Já. Hvað það er einhvern veginn, þetta er þetta er arbær rekstur. Þú getur ekki sagt annað, þetta sé ekki testa hagnaðarhlutfall. Nei, þau eru náttúrulega með reynslu, mikla reynslu og já, bara sko veisluþjónustur hér og þar og hérna upp á Höfða, bara svona fyrirtæki sem höfða bara til einhver svona mötuneytismats. Það gengur. Já, það virðist vera sko. En herru, þá er það bara efnahagsreikningurinn. Hann er í boði Varðar, Iddi. Já. Hvað segirðu mér? Hvað segirðu mér tryggingar? Já, ég vona vörður standi vörðu Suðurnesin og tryggi skólamat og fleiri góða. Já, og sko, hérna, það sem þú segir að, hérna, sem er nú vissulega ekki slagurvarðar. Nei. En það er sennilega rétt hjá þér að í grunninn snúast tryggingar fólk og þetta er orðið það einfalt hjá Verði að það er hver sem getur farið þarna inn. Bara hvar sem er á greindarkvarðanum. Það tekur þau svona hálfa mínútu að fá tilboð rafrænt í líf- og sjúkdómatryggingar. Þetta er í rauninni það einfalt. Og svo ég tala af reynslu sjálfur þá mæli ég með þessum tryggingum. Þetta er eins og ég hef komið inn á, þetta er ódýrara heldur en Spotify eða Netflix. Þetta er bara eins og hérna, já, að vera með Spotify eða Netflix borgar einhverja örfá 100 kalla mánaðarlega. Bæði líftryggið þig og sjúkdóma tryggið þig. Það er líka annað sem vörðu fær sérstakt hrós frá svona þeim sem ég hef spurt fyrir kringum mig. Mínar síður hjá þeim til fyrirmynda. Já, þetta er sennilega besta interfaceið af öllum. Þetta er eins og að díla við hugbúnaðarfyrirtæki, ekki tryggingafélag. Já, bara svona í alvörun tala. Þetta er alveg bara hérna, því að maður er svona búin að vera flott viðmót. Spurjast fyrir, ég er svolítið hóvar og svona íhaldsamur í þessu. Menn bara, þetta er bara eins og að díla við Netflix. Já, þú sér það sko. En þannig að, já, þið heyrið það gott fólk, það er ekki ódýrt að veikjast og þetta er eitthvað sem allir ætti að kanna strax í dag. Farið inn á vörðu.is og þau munu hérna, þau líka gefa þér svona hérna, þau ferð inn á hérna, þessa gátt þar sem þú ert að sækja þessa líf- og sjúkdómatryggingu og mæla þau líka með bótafjárhæð og fleiri svona, þannig að þér hjálpað líka við þetta sko. Þetta tekur enga stund, kíkið inn á vörðu.is og ekki orðum það meir. Nú byrjum á eignum í efnahagsreikning. Þar erum við með fasta fjármuni fyrir 274,4 milljónir og þetta er í raun sko tvískipt. Það eru varlegir rekstrarfjármunir upp á rúmar 239 milljónir á bókfærðuvirði og svo óefnislega regnir fyrir 35 milljónir á bókfærðuvirði. Og svo koma hérna þessi fjárfestingaverðbréf hérna fyrir heilar 105.000 krónur sem er að þér virðist búin að vera í eigu félagsins bara frá upphafi sem er Sláturfélag Suðurlands. Getur við leyft okkur að segja að hann er langur slátufélagi? Já, ég myndi segja að ég væri það líka. Þó ég nú ekki bréfið í því miður en það er alltaf á döfunni. En sko, óefnislegu eignirnar eru þessi hugbúnaður sem ég kom inn á áðan og þau virðast hafa fjárfest vel í honum árin 2022 og 2023.
eða fyrir 36,6 milljónir samtals, 15 milljónir árið 2022 og 21,6 hérna 2023. En eins og ég segi, þetta náttúrulega afskrifað og það 20% á árið, þannig að bókvært virði stendur í 35 miljón. Nú, svo eru þau með varlega rekstrarfjármuni fyrir 239 milljónir og inn í því eru bifreiðar, áhöld og tæki og svo innréttingar. Þau hafa staðið ströngu við að uppfæra rekstrarfjármuni hjá sér. Það nokkuð ljóst árið 2022 voru fastafjármunir eignfærið fyrir 99 milljónir og svo 103 milljónir árið 2023. Þannig að það gríðarleg uppbygging búin að eiga sér staðana hjá þeim undanfarin ár og þessi 2 ár eru svona í sérflokki, fjárfestu fyrir rúmlega 100 milljónir samtals 2 árum á undan, það að segja 2020 og 2021. Er það ekki bara einhver nýr? Þannig að þau hafa verið að gefa í árunum 22 og 23. Er það ekki bara eitthvað samhliða uppbyggju húsnæði? Jó, ég myndi halda það, eða þú veist ég að við náttúrulega samt erum með fasteignina auðvitað við erum með hann í öðru félagi þannig að hér ekki hvort fasteignin í tækin líka eða? Það eru innréttingar en ef við förum bara köfum hún í vanlega rekstrarfjármunni hérna þá verið að kaupa að mestu leyti 2023 bifreiðar en árið 2022 var verið að kaupa áhöld og tæki fyrir 70 milljónir og 2023 bifreiðar fyrir 81,6 miljón. Þannig að þú veist, ég held að innréttingar og allt sem tengist húsinu sé að fara á Axion fyrirtæki ekki á skólamateriáði. En nú það búin að gera fastafjármuni skil samtals 274,4 milljónir. Það ber þó að taka fram að þetta annað félag sem að þú veist, í kringum þessa fasteign áður nefnt Axion. Axion, ertu búin að fatta þú veist, líkinguna? Axel. Já, þú veist, þetta náttúrulega bæði Axel Jónsson en svo Axion. Já, Axion. Já, ég held með grunar að hann sé að spila með orðið hann Hann var Axion-mann kallana Nei, hann var ekki Joke. En það sama eignahald þarna bakvið nema fyrir utan það að Axel Jónsson á í rauninni 1% meira en hann á í skólamatt, það að segja 68%. Hann gefur ekki eftir Nei, sem tekið af í rauninni eigin hlutum sem þó 2% þar annars eignahaldið það sama hjá krökkunum 15% á sitt gott barn. En ég málið ég þekki ekki alveg hversu marga fasteignir eru þarna inni, en það nokkuð ljóst að nýbyggingin þarna inni. Þau eignfærðu fyrir 393 milljónir árið 2022 og 209 milljónir 2023 en bókfært virði fasteigna stendur í 926 milljónum í lok árs 2023 og ég vil benda á þú veist að þetta ekki inn í skólamatt EHF, bara svo að það komi enn og aftur fram og ég eiginlega hallast að því að þetta séu bara 2 fasteignir, það svo gamla og svo nýja. Mér sýnist á öllu að báðar séu ennþá í notkun sem sagt Þannig þetta ekki sumarbústaður í Grímsnesinu ég skal ekki segja, það gæti leynst þarna einn íbúð eitt sumarbústaður whatever en þetta séu bara þessar 2 ég myndi halda það, en það alveg talsvert gírun á þessu hjá þeim, 92% skuldahlutfall þau eru með 768 miljón krónar langtímaskuld inn á þessu félagi Axion. Mín ráðgjöf ekki endur fjármagna yfir í japanski jen. Nei þau hafa svissneska franka en þannig að það virðist vera sem skuldi liggi þarna með einn en já, ég vildi svona að dreipa á þessu það sem þessi fasteignafélög vilja oft gleymast inn í dæminu. Myndin stækkar auðvitað þegar fasteignafélagið tekið með, þannig að þetta auðvitað talsvert veldi. Þú veist, eignirnar eru náttúrulega ekkert nema þú veist hvað eru eignir hérna í samtals 596 milljónir króna inn í skólamatt og svo, þú veist, erum við með tæpa miljard þarna hinum einn. Þannig að, en já, vippum okkur yfir bara í veltufjármunni, samtals 322 milljónir, þar eru viðskiptakröfur stærstar 142,6 milljónir, sveitafélögin, eða bara hefur opinbera hanga svoleiðis á kröfunum það vel þekkt, alveg óþólandi helviti. Það 60 daga greiðslufrestur á þessu þannig að þau eru örugglega lengi að innheimta reikninga. Nú, svo eru hérna kröfur á tengt félög, það bara krafa á áðurnefnda Axion upp á rúma 61 miljón króna. Svo sjáum við hérna ágætis pingju hjá þeim, handbært féð upp á 90 milljónir.
aðra skammtímakröfu fyrir 4,5 milljón og svo að lókum byrðir fyrir 23,8 milljónir króna og sjálfsögðu skoðu við veltu hraða byrða hérna hjá þeim en hann er 43,5 sem gerir biðtíma upp á 8,3 dagar þannig að þau eru að strauja lagerinn hérna á rúmum 8 sólarhringum. Já, sem er bara nokkuð eðlilegt með matvæli. Já, ég myndi segja að það væri kannski eðlilegt ekkert of hratt eða hægt djöðl, ég er einhverja lumbru hérna. Nei, svo eru náttúrulega græmetið og þetta væntanlega skemur nema að geimist bara vel í kæli. Já, ég held að þau eru alveg með fullt af matata sem að getur hangið sko heilengi en allavega 8 sólarhringar ef þau eru einhverju nær þarna ef þau eru að gera eitthvað fyrir ykkur þá bara verða ykkur góðu en allir eignaflokkar upptaldir bæði fasta og veltufjármunir þannig að samtalseignir 596 milljónir króna takk fyrir. Herru, þá eru það skuldirnar og eins og ég myndist á áðan þá hefur þetta félag verið langtíma skuldust frá 2017 eins og ég reifaði hérna áðan talsverð skulduðu þetta á fasteigninni allavega í lok árs 2023 en það eina sem við sjáum hérna undir langtíma skuldum eru tekjuskattskuldbinding sem flokkast sem skuldbinding ekki langtíma skuld þannig að hérna, þau eru langtíma skuldlaus tekjuskattskuldbinding eru upp á 13 milljónir nú skammtíma skuldinnar eru ívið hærri 236 milljónir það sem að aðrar skammtíma skuldir eru hæstar rúmar 128 milljónir kemur aldrei neinn sundurliður náttúrulega á þessum lið og ekki heldur viðskiptaskuldum sem að standi 92,5 miljón en svo er hérna önnur stærð undir skammtíma skuldum sem er ógreiddi reiknaði skattar upp á 15,5 miljón og þetta kannski hljómar eins og þau séu ekki að greiða skattana sína en þetta er fullkomlega eðlileg stærð svo sem í ársreining en já, bara til að draga þetta saman 236 milljónir í skammtíma skuldir og glöggir eru nú búin að átta sig á því að hér eru við með fínasta veltufjárhlutfall veltufjármunir sem hlutfall af skammtíma skuldum er 1,36 sem er bara nokkuð fínt sko og ef við tökum byrðir út úr veltufjármununum þá fáum við lausafjárhlutfallið hið mæta lausafjárhlutfall 1,26 þannig að við erum bara dansandi hér þetta lítur bara feiki vel út skuldahlutfall í 41,8% Það myndi ekki hengja híinu yfir þessu Nei eru menn mikið að hengja hínur eða? Það hefur komið fyrir minni hluti þá hengir hínu en ekki þessu skil Nei, ekki þetta en þess að ég segi skuldahlutfall 41,8% hefur verið að lækka með árunum svo þú veist efnahagur félagsins stendur bara nokkuð sterkum fótum en þá er það hunangspotturinn sjálfur eigið fé félagsins við erum með hlutafé hérna fyrir 485.000 og þau náttúrulega keyptu í rauninni 3% hluta tilbaka þannig að þú veist, þetta er ekki 500.000 heldur 485.000 buyback í hlutafé, það er buyback nú við erum með lögbundi varasjóð fyrir 125.000 og svo óráðstafað eigið fé fyrir 347 milljónir, takk fyrir og sko óráðstafað eigið fé náttúrulega x sem nemur hagnaði þetta ár en að frádreginni 6 milljón króna arðgreiðslu Já Þau eru ansið hóflega þarna hjá skólamat þetta árið, það er nokkuð ljóst, 6 milljónir, þetta er ekki há fjárhæð. Þannig að sko eigið fyrir að aukast 24,4% milli ára, þau hafa náttúrulega verið gagnrýnd fyrir þessar arðgreiðslur. Sem ég á mjög erfitt með að skilja, persónulega. Greiddu sér út sko 30 milljónir 2022. Það er bara meira accepted. Að sveitafélagsreikið apparat myndi gera þetta í tapi heldur en að þau gera þetta með hagnaði sem er svo fáránleg pæling sko. Það er engin að fjalla um það ef eitthvað miðlægt eldhús hjá Garðabæ var að drullu tapa peningum en út af því að þau ætla að hafa eitthvað upp úr því sem er að leggja ævistarfið í þá er það alveg fáránlegt þetta er alveg og heimildin náttúrulega stóð fyrir einhverju herferðan að gegga þeim þegar þau greiddu svo 30 milljónir held að verið 2022 svo greiddu þessu út 16 milljónir 2021 og sýnist mér ekkert á árunum 2017 til 2020 Þú veist það, látið þetta fólk bara í friði loksins þegar að fara að njóta hérna afrastur erfiðisinn sko. Þetta er búið að vera hark sko. Þú veist, ég vil bara fá statement saga ársreininga ber þess vott sko. Eins og ég segi, voru þarna hangandi á þessum gengistriðu lánum og annars góðu bara ég hef lokið mínu umfjöllun Ég var til statement bara taka eina myntkörfi viðbót
kassa út svona 200 milljónum í arð bara gíra allt upp í rjáfur Ég meina þau geta, ég meina þau eru með árást á eigi fyrir tæplega 350 milljónir þannig að þau geta greitt sér út arð sem þín nemur taka bara eitthvað afurðalán í japansku jenum geggja þau kaupið tilbaka eitthvað Kobe beef og búið til einhverja fléttu og svo bara 150 ég samanlega því right now þetta er business ráðgjöf til skólamat Nei, þau eru ekki þannig, þetta er gott fólk og þau eru ekkert að fara storka meira af þessu áður við förum í samantæktina hjá okkur það er ekkert MSG, hvaða rugl er það? Já, þá og hugsaðu hvað þú getur gert fyrir vondan rétt eins og Stroganoff að henda smá MSG með því það er okkur spuntur en árum fyrir mig samantættina á vil ég minna á Jómfrúna plattarnir pantaðu þessa platta í veislunum fyrir jólin já, ef þú ert ekki, sko, ef þú nærði ekki á Jómuna fyrir jól, fáðu bara Jómuna heim til þín já, það er gullígildi, ég gerði það í fyrra ég man eftir því, ég hitti þið nú þegar ég var sjálfur á Jómunni ég fekk ekki sæti þú tókst Jómuna heim til þín þannig að við viljum bara minna fólk á það er vel hægt að borða Jómfrúna yfir jólinn þú náður ekki borðið sko henda mér hann inn, taka einn ófengan á barnum og býða byttu fyrir þér sko hlæja svolítið með Jakobi hlæja líka út með bakkan sko. það er svolítið gaman að reffilegur hann með bakkan reffilegur? ég sá, nei ég ætla ekki að segja hvað? bara reffilegast að line up sögunar á Jómunni síðustu kottu með það við erum að tala um Kristján Loftsson Gumma í Brím þetta er eiginlega sama dag og Jakob Birgisson sér þá hann lappar örgulega Brím þegar ég er að lappa út þetta var rosalegt þetta er skemmtilegt Jómfrúin Networth á Jómunni bara í einhvern 1,5 tíma þarna var svona 200 miljardar sko. ég held að almenningur fatt það vil oft gerast á Jómunni sko. að þú getur setið bara á meðal þetta er ekkert svona í öðru löndum þar sem þú getur bara getið að sama auðmenn Jómfrúin er bara allra Jómfrúin er allra en þú veist líka fyrir auðmenn það er bara þannig herðu, tökum Jómfrúin fyrir ég vil koma inn á Fentimans ertu með Fentimans kvarðan hérna? Ég er með Fentimans kvarðan þú ert með Fentimans kvarðan það er sko og eins og við höfum talað um Fentimans þetta er tonic og ginger beer fyrir hvítflippana og þú veist netbankagómurinn hann má reynast til besta að vinna sig upp í Fentimans sko. Já, rétt þetta er svona, þú veist, þú þarft að leggja inn vinnuna fyrir því að fá að drekka Fentimans þetta er það góð gæði sulla í því hristu tónik hann til hún er að sanna Fentimans er þetta er tóniki á öllum flottustu veitingastöðum landsins brotum allt en hérna, sko, þetta er náttúrulega ekki fyrirtæki skráðamarkaði þannig við erum ekki með markasvirði þeirra pörsi Nei, en þú ert nú búin að finna leið í kringu það þú getur nota Fentimans kvarðan öðru sig Fentimans kvarðin í dag er nefnilega óblandaðu landi í ginger ale og það þýðir í öðru orði tekið per starfsmann og þeir vildu fá að vita tekið per starfsmann þannig að Fentimans kvarði dagsins í dag er á 126 starfsmenn þá eru það velta 21,198 21.198.734 krónur Nú, ertu ekki að miða við ársverk? Jú, þú ert að miða við ársverk skemmtilega ef maður fæði sér ómengi landa þá situr maður 205 á þetta þá ertu komin þá ertu í 13 miljónum það er ekki raunhæf tala sko en það sem að vekur athygli ef þú ferði einfaldan landa í Fentiman sem er ekki mælt með að því að hann þóli vel 2 þetta er svo gott tónik þetta drepur allt áfengisbragð af landa og öðru matartíminn inspired að ég reykja njóla og hlusta á sumartíminn 2006 þeir eru með 21,2 miljón tekið per starfsmenn þar eru 56 starfsmenn þau eru ná að velta 1.188.000 miljónum bla 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 þannig að þetta er head to head upp á þetta að gera skólamatur er ögn arparara upp á rekstrar hagnað, ebitu hagnað hlutvall að gera en það verður áhugavert að fylgjast með þessum slag og forvart eitt sem ég langar að hendi inn alveg í lokin ef við tökum 95 skóla og 4 gráður kommunisti sem ætlar að gagnrýna þau fyrir að hugsa hvað eru að hafa í tekjur per skóla það er spáðið því Nei, er það þá ekki bara 95 deilt í þetta? Jó, rétt Og hvað er tekið per skóli? Ég heyra að þú þólir þrefaldan landaði Fentimans Já, Fentimans ræðu við það Ég myndi segja að þetta væri svona tæplega 30 28,1 miljón per skóla
Þannig að þar sérðu það til mikils að vinna að ná einum skóla í þessum business. Það er 28 kúlur per skóli, þetta skemmtilegu hverði. Já, fyrir utan ef maður væri hérna með markasnördahattinn, sko, ef maður fær að hugsa customer lifetime value. Þú veist, ef þú ert að ná 6 ára samning, þá ert að horfa á þarna bara 1 skóli bara 150 kúlur bara. Já, 168. Hvað matartíminn? Þekkir það? Hvað þeir eru með? Ég ekki með fjölda skóla sem þau eru komin inn í en það eitthvað að færa. Það var áhugavert, bera saman, tekið upp á skóla, tekið upp á starfsmann. Sér það líka, þau hafa meira upp á hverjum skóla heldur starfsmanni. Það mjög viðkvæmt. Það mitt. Þú veist, tekið upp á skóla hærri en tekið upp á starfsmann. Þeir eru í rauninni þá með sko 95 skóla, þannig að þeir eru með í kringum 2 starfsmenn per skóla. Já, og það eru margir endurskoðendur sem klór sér í kollinu með svona. En við erum ekki hér til að hengja hínur, heldur segjum við bara takk og bless. Já, viljum við ekki svona draga þetta eitthvað saman eða þú veist, það er svo sem ég er svona búinn að viðra alla mínar helstu skoðanir yfir þáttinn en ég er bara svona velti fyrir mér langar að velta þessum áhrifum hvað gerist ef niðurgreiðsla myndi hreinlega hætta. Já. Til skólana, til foreldra. Ég held niðurgreiðsla matar. Sko við getum gefið okkur, þetta var einhver lágmarks niðurgreiðsla. Eru þau bara out of business? Nei, ég meina krakkar þurfa að éta í hádeginu. Já, en þú veist, ég meina, nú minnist ég þess í fyrsta bekk, ég kom alltaf bara með mat, bara smurta heimann. Þetta var líka ekki komið þegar þú varst í fyrsta bekk. Ég veit það, en þú veist, væri ómögulegt að skólarnir eða foreldrar færu bara aftur í það smyrja hún í börnin sín. Gamli. Fóreldrar í dag eru nógu lati. Ég veit það. Þau nenni ekki svona eldun í sjálfsig á kvöldi. Þess vegna eldum rétt, eldabuskan þarna sem að Netto á Já, og eldum holt eða eitthvað. Þetta að springa út til þú nennir ekki elda. Heldur þú í alvörunni að foreldri sem svo busy að nennir ekki elda fyrir sjálfa sig sé að fara að smyrja samloku í hádegismat? Mér finnst það ólíklegt. Þannig að þetta er vissulega mjög góða punktur hjá þér. Já, þetta er 12.000 kall á mánuði, þetta er ekki neitt, þá afnæmis að greiðsluþáttöku ríkisins. Þetta er 12.000 kall á mánuði með niðurgreiðslu, já. Það væri dýrara ef að foreldrar þetta standa allan straumakostnaðunum, sko. Já, en það bara kostar að eignast börn og það kostar að fæða þau, þannig að þú verður bara að gera þig grein fyrir því að 500 kall á máltíð er galið. Það er bara allt og lágt. Og það er reyndar annað, ég nefndi svo sem ekkert að vera adressa fyrst þú náðu mér hérna á flug að þú veist, það hefur alveg verið umræða að gæðin á hafragrautnum að það séu léleg, þetta er bara eins og eitthvað hérna drullupollur en þegar þú ert að búa til hafragraut fyrir 15.000 manns fyrir svona lítinn pening þú ert ekki að fá gæði, sko. Nei, ég vona allavega að fólk sé að fá næringu, sko. Já, þú lappar ekkert inn á Nings og ert alveg brjálaður yfir þetta sé ekki eins og ég í Peking, sko. Þetta er bara færð það sem þú ert að borga fyrir, sko. Þetta hlýtur að vera skárra heldur þetta bakkarusl sem að ég var með í grunnskóla, sko. Alveg pottþétt, sko. Þú veist, þá voru þetta bakkar og þú varst að fá svona hamborgara sem voru blautir því að þeir voru búin að vera, þú veist, í þau örfá skipti sem að þau tímdu því að setja hamborgara þá var hann bara rakur í gegn. Já, svo manstu þegar stóru álbakkarnir komu og það var bara allt eins og það væri út af því að það er ekki látið sem sagt eins og með kjúkling þegar þú ert búin að eldan það er hann kannski hvíla í 15 mínútur svona sullast úr honum djús og eitthvað og öllu hendi í bakkan, svo er þetta bara eins og þetta sé soðið allur matur. Ég held þetta sé ekki þannig, þau eru með cook and chill. Já, þetta er talsvert betra en það, sko. Já, þau eru seg. Ég meina að þú sér það, tökum greiðsluþáttöku ríkisins út samt voru hérna allir í Reykjavík sem væli yfir öllu með 87% að borga fyrir þetta og Reykjavík eitthvað að borga niður á móti. Þannig að stóra spurningin er þótt að sveitafélagið út alltaf væri ekki yfir 80% því að at the end of the day þú finnur ekki ódýrari máltíð annar staðar. Þú gætir ekki gert ódýrari sjálfur. Nei, það er bara hárrétt, sko. Þannig að fuck the free world, ég er farin. Bye. Við þakkum kærlega fyrir í dag, kæru hlustendur. Við verðum aftur með ykkur næsta föstudag og þá verðum við með föstudagskaffi og mögulega verðum við með gest þá. Ég skal ekki segja, en já, LeBron James, er hann ekki góð? Takk í dag. Já, bye.